Góðan daginn, þá það YouTube upptökur og YouTube brásir og hvernig á að stilla á unlisted þannig að fólk finni ekki upptökurnar sem þeir eru með. Þið þurfa að vera með virkan Google account til þess að geta verið með YouTube. Allir sem eru með Gmail eru með virkan YouTube aðgang, þannig að það eina sem maður þarf að gera þá er að smella hér á þetta með punktunum hérna til að opna fyrir öll apps og þar er YouTube. Ef maður er ekki með þetta virkt þegar að gera þetta í fyrsta skipti, til dæmis stofni Gmail eða skráa ykkur inn á Google, að þá spyr hún ykkur eða leiðbeinir kerfið ykkur í gegnum þannig að þið myndu stofna ykkar eigin fyrstu rás eða channel. Hjá mér er ég búin að gera þetta, þannig að ég smelli bara hérna á og þá hoppa ég beint hérna inn á YouTube sem er bara eins og ég vildi gera. En ég vil ekki fara bara hér inn á þetta almenna, heldur vil ég fara inn á minn eigin channel. Og hann finn ég hér með smella á myndina eða stafinn ef þið hafi ekki sett neina mynd af ykkur hér á, þá er þetta bara stafurinn. Og þá er það your channel. Ef maður er með marga, maður getur verið með marga rásir, að þá myndi maður fara hér í switch account og þá sér maður, hér er maður með röð af þeim sem að maður hefur kannski verið búin að setja upp. Og eins og í mínu tilfelli þá er ég með kennslumyndbönd og ég er með þau alveg sér, þannig ef ég er með eitthvað persónulegt, til dæmis eitthvað fjölskyldu eða eitthvað, þá er ég með það hér undir Anna Kristín. Þannig að ég vil ekki blanda þessu tvennu saman, því þetta er ekki sama efni. En það er sem sagt kennslumyndböndin sem ég ætla að fara inn á núna. Og ég smelli hérna inn á og þá hoppar hún ekkert inn á neitt af því ég hef verið að bulla eitthvað, þannig ég bara gerir það aftur. Og hún hoppar beint inn á það núna. Hér get ég lagað, gert customized channel og það er þá ef maður setur mynd hér í toppinn eða hvernig sem maður vill hafa það. Þið bara finnið út úr því hvað þið viljið gera þarna. Ég ætla bara að fara núna í gegnum það hvernig þið setjið upp playlista sem eru hér og hvernig þið merkið vídeóin sem þið eru að hlaða inn, hvernig þið merkið þau sem unlisted, ef þið viljið hafa þau þannig. Playlistarnir eru, þegar maður kemur inn á rásina sína, þá eru hér síðustu cirka 15 myndböndir sem maður hefur tekið upp. Þetta eru þau bara raðast hér eftir hvenær maður tóku upp. Og ég fer hér til hliðar og þetta eru greinilega ekki nema 10, ekki 15, eins og ég hélt. Sjáðu, það er ekkert hérna fyrir innan, þetta eru 2 gluggar. Ef ég vil sjá öll vídeóin mín, þá myndi ég spella hér og þá kemur hún bara með þau eftir röð, öll vídeó sem maður hefur sett inn á þessa rás. Vil ég hins vegar sjá þau eftir playlistum og það þýðir að ég er þá búin að raða þeim niður í einhverja flokka. Þetta er bara flokkar eins og möppur. Og hér er ég með playlista, PowerPoint, kennsluráðgjafi, ýmislegt fyrir mig sem er þá efni til dæmis sem að ég ætla að búa til leiðbeiningar upp úr eða annað. Efni uppbyldisfræði, upptökur, Canva. Ég er vísu með fleiri playlista og ég veit ekki alveg akkur þeir kom ekki þarna fram. En þeir skipta kannski minna máli, eldgamalt efni í þeim eða eitthvað. Þannig að þetta er það sem þið þurfið að vita. Til þess að hlaða inn vídeói þá smellir maður hér. Þá er þið create, video or post. Og ég smelli hér á upload video. Ég get líka að fara í live. Ég hef eins og aldrei gert það, hef ekki séð neitt tilgang með því þannig ég hef ekki pröfað það. Ég er bara að uploada vídeó. Smelli á það og þá opnast gluggi sem leyfir manni að finna viðkomandi vídeó og ég fer hérna í select file. Og ég fyrir bara hérna inn í videos og ég ætla að velja hér eitt vídeó og það getur vel verið að ég lendi í vandræði með það vegna þess að hún leyfir mér bara að hlaða inn einu sinni hverju vídeói. Hún fer eiginlega alla leiðina, ef vídeóið er til fyrir að þá segir hún þetta vídeó er til og við getum ekki hlaðið þess inn. Og það er náttúrulega gert meðal annars til þess að vera með höfundarétt og annað að maður sé ekki að alls konar, eða bara fylla channelið sitt af ykkur drasli. Þannig ég ætla að byrja á þessu hérna og ég geri open og hún nær í þetta og svo fer hún af stað. Ég þarf að skrifa hérna eitthvað titil, eitthvað aðeins vídeói hvað það er. Hér kemur hún með thumbnail sem hún velur úr vídeóinu. Hér er linkurinn sem ég myndi senda á nemendur eða þá sem ég væri að senda þetta. Hér merki ég við hvaða playlista ég vil hafa þetta eða vil ég gera nýjan. Þá ger ég new playlist hér eða sett hérna, við segjum bara hérna. Við skulum smetla þetta þessu hérna í uppbyldisfræðina og done. Og hún er enn að gera þetta fyrir mig. Audience, þið verðið að merkja hér við, er þetta fyrir börn eða er þetta fyrir ekki fyrir börn.
ég set alltaf, þótt þessi kennsluefni fyrir unglinga, þá set ég alltaf It's not made for kids, vegna þess að það miklu harðari reglur á öllu efni sem fyrir inn fyrir börn, þannig að það borgar sig ekki að merkja við þetta nema þið séð með efni sem bara fyrir ung börn. En fyrir ykkur sem að kenna í framhaldsskólum, þá það alls ekki nauðsynlegt. Þannig að þið merkið hérna við It's not made for kids. Hún hérna búin að þessu núna, hún komin hérna með eitthvað thumbnail, en nú það kannski ekki alveg thumbnaili sem ég vil hafa. Þannig ég get farið hér í og fundið, valið eitthvað af þessum hérna. Ég get líka upload einhver öðru thumbnaili sem að myndi vera í pictures hjá mér held ég að vera búin að. Segjum bara ég vilji fá hérna svona eitthvað happy face eitthvað, eða heimaskrifstofuna mína. Ég vil hafa það. Ég væri búin að setja þetta upp einhvern veginn fínt þannig að hér sæjist nafni mitt og eitthvað svona sem sýndi hvaða vídeó þetta væri. Sérstaklega gott að hafa einhverja tengingu þannig að fólk sjá alltaf frá hverjum þetta vídeó Og þegar þetta allt komið, það líka hægt að fara hérna og setja subtitle og annað, en ég ætla ekki að fara í það. Þá farið þið í next. Og þetta eru gluggar sem ég hef ekkert spáð í og hef aldrei neitt ítt við. Aftur á next. Og hér kemur hvernig þið viljið vista vídeóið. Ætlaði að gera það bara publish, eða sem save or publish, ætlaði að gera það public, þá geta allir séð það og allir fundið það sem sita inn í leitavél, þá getur ykkur komið þar upp. Viljið þið hafa það unlisted og það þýðir ef ég hef það unlisted að allir sem eru með linkin geta skoða vídeóið. Það getur verið betra ef þið viljið ekki hafa þetta þannig að þetta komi upp í leit að merkja það unlisted. Private hins vegar, þá sér þetta engin nema fólk sem þið eru búin að ákveða megi sjá þetta. Þannig að það ekki leiðið sem þið farið, því þá þurfið alltaf að bæta hverjum einasta nýjum inn á sem þið viljið að skoða þetta. Þannig það annarkvort public eða unlisted. Ég set allt mitt á public til þess að þurfi ekki að vera að væflast með þetta, vegna þess að ég get ekki séð að nokkur hafi áhuga fyrir þessu efni nema bara þeir sem þurfa á því að halda. Það hægt að gera schedule og það þýðir að þá myndið bara ákveða einhverja tímasetningu sem þið viljið að þetta fari í loftið. Og áður maður gerir publish þá segir hún að maður eigi að tjekka á því hvort það sé börn sem komið fram í þessu og hvort það sé nokkuð efni sem sé ekki í lagi. Hér aftur linkurinn og hann orðin blár sem þýðir að hann orðin virkur og ég gerir publish. Ég get tekið vídeolinkin hérna bara núna og bara hreinlega kópera hann. Ég get líka beðið eftir, ég get embedda hann beint inn og ég get sett hann inn á Facebook, inn á Twitter. Sjáu það hérna fullt af stöðum sem maður getur sett þetta beint inn á. Ég hef yfirleitt ekki farið þá leið að setja beint inn á. Ég gerði það einhvern tímann að setja beint inn á Facebook og mér fannst aldrei koma nógu vel út. Ég stjórnaði því ekki alveg nógu hvernig það leit út. Þannig ég tek yfirleitt alltaf linkin og sendi hann. Þannig lokum þessu. Þá birtist vídeóið hér núna. Það sem sagt tilbúið. Það tilbúið til vinnslu. Það public. Þetta var sett inn í mars 2020. Það hefur enginn hort á það og það enginn komment. Þannig að hér myndi ég setja inn ef ég ætlaði að breyta einhverju. Þá get ég farið hér inn, sjáðu, þá pennin hérna í details. Þá kemur hún hérna með ef ég ætlaði að breyta hérna nafninu eða description, setja inn annað thumbnail. Þannig ég get farið, ef eitthvað hefur klikkað í fyrstu yfirferð, þá get ég lagað það. Og vistast bara á save hér. En segjum nú að ég væri að fara aftur bara inn ég vil bara fara aftur inn á channeli mitt hérna. Ég vil fara bara aftur inn á, já, það var það sem ég var að leita. Creator Studio. Hér hægt að laga ýmsa hluti. Smellið hérna á þetta og þá farið þið inn í stúdíóið. Ég myndi hoppa hérna inn í og gera edit. Hér bara vídeóið eins og það leggur sig. Og ég geri edit. Þetta eru info settings. Ef ég ætla að laga það eitthvað, það hægt að laga það eitthvað lítilega. Eitthvað sem ég ætla að gera. Við ætlum ekki að spila það. Og þá spyr hún mig blur faces. Ég get gert það. Ég get gert custom blurris með því að velja eitthvað staði á vídeónu sem ég vil ekki. Og þetta nú kannski frekar fyrir lengra komna því yfirleitt ekkert sem maður að blurra á glærum. Það hljóðið, maður getur stundum lagað. Þá get ég hóstað eða eitthvað sem ég ætla að gera. Hérna, ég get eitthvað að hóstað, já. Og ef ég vil fá músík,
Það er hægt að finna einhverja copyright, save music, vegna þess að ef þið setjið músík sem er frá spilandi tónlistamanni eða sem sagt einhverju sem er á lífi eða eitthvað, að þá fáið athugasemd og þið fáið yfirleitt enga tíma, kannski 2-3 klukkutíma og þá er vídeónu hent út aftur. Endscreen, það er bara hvernig þið ætlaði að enda þessu, viljið þið láta þetta sjást og viljið hafa subtitles og eitthvað. Þetta er allt hægt að gera í stúdíóinu. Og hún er alveg keppist við að reyna að koma þessu á stað aftur eins og þið heyrið, ég ætla nú ekkert að spila þetta. Þetta er sem sagt undir Video Manager eða Studio. Back to YouTube Studio. Þetta er eiginlega það sem þið þurfið að vita til þess að geta að opna rásir. Það er hvort þið ætlaði að hafa þetta public eða unlisted og hvernig þið gerið playlista. Það er það eina sem þið þurfið að muna til þess að geta bara að ræða þessu, en það er mjög gott að gera playlista bara til þess að geta haldið efninu sínu inn í möppum og annað, þannig að verði ekki út allt. Ok, takk fyrir þetta.